Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportáturum með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan 5:10 og við förum aðeins fram yfir dagskrá. Það eins og gengur og gerist í sportinu. Og já, á línuna komin Þorsteinn Rúnar Stefánsson afsakið, formaður utandeildarinnar í Reykjavík. Komdu bless og sæll, höfðingi. Sæll og blessar, hvað segirðu? Bara ljómandi gott. Herðu, nú bara fótboltinn að fara að rúlla í Reykjavík hjá ykkur, eða ekki? Jú, hún byrjaði bara núna í byrjun júní. Og já, þessi utadeild sem þeir halda, þetta heitir náttúrulega Pólabír-deildin og hún búin að vera væntanlega í dálítið langa tíma, eða ekki? Jú, allan að mér skildist á hefur hún verið í kringum rétt rúmlega 30 ár, að mig minnir. 30 ár? Já. Þannig að þetta langlífandi deild? Nákvæmlega, alltaf gaman. Já, og já, 30 ára gömul, veistu eitthvað upptökað þessari deild á sínum tíma? Hún byrjaði þannig að þetta var haldið sem firmamót á að mig minnir á Vífustæðatúni. Og svo þróast það þannig að þetta fór að fara á vellinni hjá félagunum og endaði með að vera svona stórt mót og þá tók Breiðablik að sér að halda mótið í samstarfi KSÍ og það var í samstarfi þá alveg alltaf árinu kringum 2000. Þá breyttist fyrirkomulagið og þá var mynduð stjórn og sú stjórn hefur séð umsjón deildinni alla tíð síðan. Já, nákvæmlega. Já, tímabili hefst núna bara formulega núna í byrjun júní en já, liðin öll þau, eru þeirra spilandi yfir alla veturinn bara svona æfingaleiki eða? Já, það mótið okkar bara haldið yfir sumartímann frá júní til lok ágúst, byrjun september og svo annað mót sem haldið eftir áramótin, það haldið í samstarfi í IR í Seljakori og það kallað IR Open mót og það svona lítið mót svona það sem að liðin taka æfingaleiki og svo bara þróast það frá því þegar liðin taka æfingaleiki fram eftir sumri fram á móti. Já, nákvæmlega. Já, þú ert náttúrulega væntanlega búin að vera þá viðlógin þessar deildi svolítið tíma. Já, hvenær manstu eftir því fyrst að vera í kringum þetta? Herru, ég stofnaði mitt eigin lið kringum 98-99. Þar fór ég fyrst á þessum liði í utadeildinni og við hættum þáttöku 2008 eftir að við unnum neðri deildartitilin sem var hafa deildi skipt þannig að það var efri og neðri og eftir þann tíma þá ákvað ég bara að snúa mér að öðru og ákvaðum að draga okkur hlé. En ég hef verið í stjórn á og til síðan þá, 2008. Já. Þannig að þetta, já, en svona hefur eitthvað mikið breyst frá því að, já, þú komst inn í þetta, það náttúrulega, þið eru ekki með línuverði í þessari deild, en þetta 11 manna bolti sem spilaður. Jú, það eru línuverðir í deildinni. Það uppalega var bara einn dómari sem sá að dæma leikina og taka línu og annað en síðustu 3 ár höfum við haft línuverði þannig að þetta svolítið stuð síðan við byrjum að hafa línuverði í deildinni og það bara mjög kærkomið að vera með línuverði. Já, nákvæmlega. En já, í þessari deild þannig eru það ekki bara ýmsu stjörnur allstaðar að á Íslandi, fjölmiðlastjörnur og fleira til eða ekki? Jú, það þetta mót hefur verið þannig að það hafa komið ýmsir frægir einstaklingar hafa spilað og það eru svona einn tínust inn á til hver einasta ári. Þannig að það bara mjög kærkomið, alltaf gaman að spila við flottar stjörnur. Já, nákvæmlega. En já, ert þú með eitthvað lið þarna í sumar? Nei, ég tímiður ekki með neitt lið þetta árið og ég bara að sinna mínum stjórnarmálum fyrir deildina. Þannig að ég ætla bara að horfa á hliðarlínu í sumar. Já, nákvæmlega. Fá að vera svona, já, hvað kallar maður, þetta svona Jose Mourinho deildarinnar, er það ekki? Nákvæmlega. Já. Það var einhver að halda utanum þetta, þannig að þetta allt fari vel fram og svona. Já, en hvað eru mörg lið skráð til leiks núna í sumar, veistu það? Hörru, það eru 11 lið sem taka þátt í sumar og það hefur fækkað á og til gegnum árin. Það tilkomu 4 deildarinnar hefur haft sitt að segja hvað því, en það eru 11 lið sem taka þátt í ár. Já. Það er 29. Og já, eru þessi lið allstaðar að höfuðborgarsvæðinu? Er þetta eitthvað staðar fyrir utan höfuðborgarsvæðið þessir?
þeir bara kom mismunandi að, en þetta er aðalega á stórhöfuðborgarsvæðinu. Þessi flestu liðin sem eru hérna. Svo er annað sem að kemur frá, það eru eitt lið frá Suðurnesjunum og þannig að þetta dreifist að litið. Já. En það er skemmtileg nöfnin, hvað eru formlið þarna og já, eins og maður les hérna að meistarann verður spilað núna þarna í byrjun júní og já, það er ungmennafélagið Drekinn og landsliðið sem mætast. Já, þeir mætast í bikarnum, Drekinn er tvöfaldur meistari frá því fyrra. Þeir unnu bæði bikar og deild og landsliðið tekur annarsætið og þannig þeir keppa í meistarana. Þannig að þeir þegar deildakeppni loki þá er farið það ekki í úrslitakeppni, virkar þetta ekki móts þannig eða hvernig er þetta? Jú, það er eftir að riðlakeppnin lýkur þá þeir kemur í úrslitakeppnina og þar fara 4 efstu lið í úrslitakeppni og svo bara krossast á milli og svo bara beint í úrslitaleikin. Og já, ef maður les hérna á heimasíðunni ykkar utandeildi.is að þá er liðið sem lendi til dæmis í efsta sæti fyrra, það vinnur svo ekki neitt, FC Dragon. Er þetta vitlaust? Tabla sem ég er að lesa. Jú, þeir vinna sko, þeir eru utandeildameistarar og riðlameistarar. Í fyrra var engin úrslitakeppni út af því að það voru það mörg þáttökulið sem tóku að við höfum bara ekki höfum ekki tíma til að setja úrslitakeppnin inn, þannig að það voru fleiri leikir og lið í staðinn. Þannig að þeir eru utandeildameistarar 2014. Já, okkur. Og allir, klárir í sumarið og í boltan og þetta eru, hvað séu, 11 lið sem taka þátt og þannig að þessari deild það eru bara náttúrulega hver í einasta liði, yfir 20 manns. Já, það er að meðaltali 20 leikmenn sem eru í hverju liði og stundu bætast yfir í sumartíman og menn sækja sér fleiri menn og þannig að þetta eru þó nokkuð slatti að leikmennum. En áður en ég sleppir þá var ég að spyrja þig aðeins út í íslenska boltan, heldur með einhverju sérstöku liði þar hjá KSÍ? Já, ég er káringur. Þú er káringur? Já. Já, og hvernig líst þér svona byrjunum hjá káringum? Ekkert sérstaklega vel, ég hef vilja hafa þetta betra en ég er þannig típa, ég bara held með þeim og allir saman hvernig gengur hjá þeim. Já, nákvæmlega. Og í enska boltanum þar hlýtur að halda með ykkur liði? Já, það er Southampton. Það er Southampton? Já. Og þá hefur við vendilega glaðst mikið helgina því að þeir unnu nú með 5 marka mun helgina? Já, ég var mjög ánægð með það. Já, og fylgjustu með Southampton leiki eða? Já, ég reyna að fylgjast með þeim svona þegar ég kemst að horfa og spila. Já. Og það er væntalega, þú sé allan að marka leikað og horfður helgina? Ég náðu því mér ekki að horfa á leikinn helgina. En það var bætt með þarna, það er hraðasta þrennan í sögu ensku úrvalsdeildarinnar því að hann skorar 3 mörk á 3 mínútum. Vá, það er bara frábært maður. Já. Liðinu menn. Já, nákvæmlega. En meistarinn að byrja núna í byrjun júní og ef þú fyrir sumari veist er eitthvað lið svona sem er búið að styrkja sig betur en önnur lið svona, þú náttúrulega erst með puttanum pulsunum í kringum öll þessi lið? Já, sko, Reynir nýju liðin, Refirnir til dæmis, þeir eru komið mjög sterkir, þeir eru búin að vera að taka nokkra æfingarleiki síðustu daga og hafa unnið 2 af 3. Þannig að þeir virka voðalega sterkir og svo hef ég ekki náð að fylgjast með fleiri liðum út af því að það er ekki öll liðin endilega kannski með leikinn í gangi. Þannig að ég myndi mæla með að fólk kíki á Refina, Ívar Guðmunds og Óla og þá alla. Já, þannig að þetta eru nokkra stjörnur hérna. Já, og geta þær eitthvað í fótbolta? Það er merkilegt hvað þessi menn geta. Já. Ívar er alltaf mjög góður og Hreimur og Heiðar Östmann og Óli og svona. Þetta er allt hörku fótboltamenn. Já. Og þannig að ég mæli hiklaust með að fólk sem á leið í bæinn endilega kíki og horfa á þessa leiki. Og dagskráin öll í sumar alltaf inn á utandeildin.is? Já, meistarana er á laugardeginum 7. júní og svo hefst bara mótið strax á mánudeginum. Nákvæmlega. Þorsteinn Rúnar Stefánsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel í sumar. Það verður mjög fróðlegt að fylgjast með þessari deild í sumar og aldrei hægt að segja í rauninni hvað fyrir sumarið, má ekki tippa hverjir vinna eða?
Já, það er bara, þetta móti hefur þróast þannig að maður getur aldrei við 100% viss hverju vinna móti. Það geta allir vinn alla og það verður bara gaman að sjá hverjir enda uppi sem sigurverar á þessu ári. Nákvæmlega. Þannig að ég hvet alla til að kíkja í bæinn og kíkja á þessu leiki hjá okkur. Þorsteinn Rúnar, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel í sumar. Takk fyrir. Bestu þakkir. Já, fleiri upplýsingar utandeildina í Reykjavík er inn á utandeildin.is. Við ætlum næst að heyra í Ian Jeffs, þjálfara IPVAF hér eftir smá stund, farið ekki langt.